Nú ætlum við eftir að skipta gír og segja skilið við vefþjónustur í bili sem við erum búin að ná núna svona grunnkonseptunum niður og eftir verkefni 4 og hópverkefni þá verðum við orðið nokkuð lungin við að byggja þessar grunnvefþjónustur. En það sem tekur oft við þegar maður er búin að skrifa vefþjónustuna er að skrifa einhvern framenda sem tekur við gögnunum frá vefþjónustunni og birtir á einhvern áhugaverðan hátt. Og það eru nokkur kerfi sem gera það og það sem við ætlum að nota er React og við ætlum að fara að skoða það í dag. En vefurinn, eins og þið kannski munið úr Webfortune 1, átti þarna smá erfitt tímabil frá kringum 2000 til að cirka 2004 þegar það var svolítið svona mikið stagnation í gangi. Við vorum með bara einn vafra, Internet Explorer 6 sem var bara svona orðin vafrinn. Fólk var bara svona, jæja, er þessi vefur, þetta vefdót, er þetta ekki bara leyst verkefni. En þá fór fólk að gera eitthvað nýtt og það kom Gmail og Google Maps. Þegar það kom sama tíma í byrjun nýrrar aldrar, þá fór fólk að hugsa bara eitthvað, wow, það er að gera eitthvað geggjað hérna. Og 2004 var skilgreint þetta Web 2.0 og frá með þeim tímapunkti hefur svona bara flækjustigið verið vaxandi fyrir allt tengt vef. Og við erum núna 15. ári frá þessu og við erum ennþá bara að flækja. En núna er svona backlash, þar sem er svolítið verið að ýta á móti og fólk er að segja, þarf ekki að vera svona flókið að búa til vefi. En við ætlum alltaf aðeins að sjá svona hvernig þetta er. Og það sem að gerist þarna er að það komu tól eins og jQuery og önnur svona DOM library sem að voru að gera það að vinna á öllum þessum vöfrum sem voru þá í boði, sem voru allir frekar mislangt komnir á stað, þægilegra. Síðan komu stærri framework og Backbone kom þarna í kringum 2007-08 og það var svona stórt þar sem var meira að fara að búa til svona single page vefi, eða single page applications, og þetta eru þessi vefi sem að við þekkjum svolítið mikið í dag. Ég fer inn á einhvern vef, ég er inn á þessum vef og ég geri allt sem ég vil gera á þessum vef og ég er aldrei að fá svona full page refresh eins og við erum svolítið búin að vera að vinna með. Ég ít á link og kemur hvítur skjár, ég hleði nýja vefnum og kemur nýja síðan. Og það var bara lenskan, þangað til að þetta var skilgreint, þetta single page application eða SPA, þar sem að við hlöðum inn vefnum, svo ít ég á eitthvað og bara parturinn af vefnum sem ég ít á, hann breytist og við höldum öllu eins svona í grunninn. Og við erum fyrir að haga sem meira svo desktop forrit. Og svo er þetta, eftir því sem að tíminn hefur farið lengra, þá er nú bara desktop forrit farin að vera vef forrit sem er búið að pakka inn í eitthvað sem við getum keyrt á í stýrikerfinu. En það sem að gerði þetta mögulegt var Ajax sem leyfir okkur að sækja part af vefnum og birta og uppfæra bara part í einu. Og það hafa komið fleiri og fleiri svona framework sem að bjóða upp á svona virkni, að sækja frá server eitthvað gegnum Ajax, sækja eitthvað dót, og líka bara vera með þannig að ég seti upp alla síðurnar mínar, ekki í einhverju svo Express, þar sem ég er með bara einhvern vefþjón sem skaffar síðurnum, heldur setja bara upp í þessu framework eða library, setja upp allt projektið mitt og svo bara geti brásað á milli. Þannig að ég er að nota JavaScript til að keyra vefinn minn. Þannig að það er ekki verið að keyra náfram á HTML og CSS í grunninn, heldur meira eiginlega á JavaScript. Og við ætlum að skoða þetta í React, hvernig er þetta að gera þetta, og við ætlum að fara nokkuð djúpt, taka bara breiddina fyrst í dag, skoða bara hvernig React virkar, hvernig þetta lítur út, þetta er svolítið öðruvísi en við höfum verið að vinna með JavaScript, og skoða þessi næstu viku hvernig við tengjum þetta við backenda, hvort sem það er þá, fyrst ætlum að skoða hvernig við tengjum þetta við vefþjónustur og síðan í þar næstu viku hvernig við tengjum þetta við eitthvað á servernum. Af því að það sem við skoðum núna fyrst verður bara þessi client-side rendering af React og við sjáum betur eftir hvað það þýðir. En svona lítur React út og eftir tíman í dag getum við lesið í gegnum það hvað þetta þýðir og hvað þetta er að gera og hvað þessi pattern leyfa okkur að gera
skemmtilega hluti. En hugmyndin í React var mjög svona controversial þegar hún kom fyrst fram og ég linka hérna í ítarefni í fyrirlestur sem að React var kynnt fyrst árið 2011 á JSConf í Evrópu. En það var þetta sem við erum búin að vera að gera, að aðskilja á milli markups í formi template-mála og lógíkarinnar í JavaScript sé í raun órökréttur aðskilnaður. Við erum svo ekki farin eitthvað rosalega djúpt í það að vera að tengja þetta sem við erum búin að vera að gera með templateum eins og AOS við eitthvað á frammendanum eins og með JavaScript, þó svo að þegar kannski náð þannig tengingun á milli, hvernig við getum notað eitthvað sem við búum til með AOS, template og Express og allt þetta, og búið svo til eitthvað svona frammenda sem tekur við og gerir einhverja skemmtilega virkni eins og vorum að vinna með í Webfortran 1. En að aðskilja þetta á milli ekki sniðugt, út af því að þessi template-mál hafa öðruvísi og oft tíðum ekki jafn kröftugan syntax og bara vera með JavaScript. Þannig að eins og við erum búin að nota AOS, þetta annar syntax, þetta ekki JavaScript svona, jú, hann svona að mestu leyti, en þetta öðruvísi en samt svipað og þetta svolítið skrítið. Þannig að React vill segja að markup og lógík séu í eðli sem tengd saman og þessi aðskilnaður séu bara eitthvað sem við erum búin til byggða á bara tækni. Ég nota tækni A hér og tækni B hér til að hafa þetta bara aðskilið. Okkur getum við ekki bara merge þessu saman í eitthvað eitt. Og React vill sem sagt blanda þessu saman til þess að geta búið til highly cohesive hluti. Það er að segja að hver hlutur, eða svona komponent sem við erum að byggja, hann hefur allt sem hann þarf til að geta birt sig og til þess að einhver geti notað hann. Þannig að við þurfum ekki að vera að fara hérna, já, ok, nú er ég að fara að breyta starfsmannalistanum mínum. Það þarf að fara í template fyrir starfsmannalistan, ég þarf að fara í routið fyrir starfsmannalistan þarna, ég þarf að fara í JavaScript fyrir starfsmannalistan þarna og CSS fyrir starfsmannalistan þarna og allt í einu erum við farin að þurfa að snerta á 5 mismunandi stöðum í forritinu mínu eða í projektinu mínu til þess að geta gert eina breytingu. Í React viljum við bara hafa allt það sem þarf til að birta starfsmannalistan eða hvað sem við erum að birta á sama stað, bara helst í sömu möppunni. Þannig ef ég er að gera breytingu, þá gerir ég bara breytingu þar og er bara ánægður með það. Og svo er þetta loosely coupled, að hver og þessi cohesive hlutur er sjálfur sér nægur og þarf ekki einhverja sérstaka mikla uppsetningu í kringu sig til þess að virka. Þannig að ég er ekki að búa til allt, þannig að það dependar allt á hvort annað og ef ég breyti einhverju einu og bila eitthvað eitt, þá bila allt hitt. Heldur er þetta bara þessi komponentar séu sjálfur sér nægir. Þegar við notum React þá er mælt með að nota að minnstakosti ES6 og fítur sem eru jafnvel í ES7 og upp úr og við gerum það. Og það er notað import og export fyrir módulakerfi í staðinn fyrir require og module exports. Og Babel er yfirleitt notað til að transpæla. Og svo er fullt af öðru dótið þarna bakvið, eins og við kannast við. Þetta er bara svona þetta flækjumál. Ég ætla að gera eitthvað með einhverju tóli, þá þarf ég það tól pluss 20 önnur tól og stillingar og bla 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 til þess að komast á stað bara. En til þess að leysa það, þá voru búið til svona starter kit sem er svona meta-lausn á þessum vandamálum. Þú þarft mörg tól til þess að komast á stað, þannig að ég ætla að búið til tól sem safnar saman öllu tólunum fyrir þig, þannig að þú getur byrjað á einfaldan hátt að vinna verkefnið þitt. Og þá safnaðu saman öllum þessum tólum og gera þau aðgengilega á einhvern þægilegan máta. Og þau skiptast í 2 hópa. Það eru svona unopinionated starter kits sem eru meira svona eins og vanlýs, bara hérna, hei, heyrðu þú vildir vinna React verkefni. Hérna eru bara svona ákveðin grunnur. Þetta er að minnsta sem þú þarftir að komast á stað og hérna eru möguleikar A, B, C, D, E og G sem þú getur bætt við til þess að fá eitthvað svona meira sem þú hefur kannski langar að vinna með. Og svo hefur við opinionated starter kitin sem eru meira svona, ef þú ætlar að gera React verkefni í dag, þá verður að nota þetta, annars þetta kjáni og þú verður að nota hitt af því að það er frábært og þetta af því að oft svona kannski sterkar skoðanir, en líka bara eitthvað, hei, þetta er sett upp með SAS, þetta er sett upp með Redux og þetta er sett upp með hinum af þessum tólum. Og ef við fyrir að skoða þetta, þá eru til hundruður ef ekki þúsundir af svona starter kitum með alls konar sem leysa alls konar verkefni og alls konar hátt.
þetta var svona áður þess að nota starter kit, þá getur þetta, og þetta var oft svona fyrir 2016, það búið að vera margt búið að gerast síðan þá til þess að einfalda þetta, en þú veist að setjast niður og alltaf læra React var bara eitthvað svona, ok, ég þarf að læra Webpack, ég þarf að læra á Node, ég þarf að læra JavaScript, alveg nýjasta teknivísindi í því, og margir sem voru búin að vinna bara í HTML, CSS bara, þá var þetta mjög mikil breyting. En það sem er búið að gera þetta er að vinna í þessu tooling og gera þetta þægilegra til að byrja. Og það sem við ætlum að nota fyrst er Create React App, sem er starter kit fyrir React, sem er viðhaldið af teiminu sem býr til React, og það einblínir á að vera svona zero config. Þannig að þú bara geta keyrt eina skipun og til þess að sækja það, eina skipun til þess að kveikja því og þú getur byrjað að forrita. Þú getur byrjað að nota React. Svo er þetta að bæta við flækjunu eftir á. En þú getur að byrja að nota React, og það er mjög gott þegar maður er að byrja að læra þetta. Þegar þá er þetta að byrja bara að sjá, það er þetta að gera breytingar og það er þetta að sjá hvernig hlutir virkar og sparka í dekkina og svona. Og svo þegar maður finnur þörf fyrir það að bæta við einhverjum flækjustöðum, þá getur maður bara gert það eitt skref í einu. Og það þýðir samt ekki að það sé ekki allar þessar flækjur hérna bakvið, þær eru þarna, en það er bara búið að fela þær á svona snyrtilegan máta með því að búa til einhver npm pakka og eitthvað voða sniðug svona forritunar trikk. Þetta er allt smoke and mirrors, en þetta lítur út fyrir að vera mjög einfalt. Og það er svona unopinionated, þannig að það gefur okkur bara það allra minnsta eiginlega sem við þurfum til að komast á stað. Og er, góður stað til að byrja. Og við ætlum að nota þetta, og svo ætlum við að skoða hvað gerist þegar við svona fellum tjaldið og sjáum hvernig þetta keyrir alltaf í bakgrunnum. Og þá getum við keyrt, þá er bara svona stór eject takki, npm run eject, og þá bara eru öll skrifturnar og allt dótið og öll dependencyin, allt er smelt inn í projektið okkar og allt í einu þurfum við að fara að sjá að stilla allt sjálf. En þetta er það sem þarf að gera til þess að búa til Create React App. Það er að keyra þetta npx sem kemur með npm frá með útgáfu 5, sem er í raun leið til þess að sleppa því að þurfa að búa til sækja global pakka. Þannig að ef við keyrum þetta þá er pakkin sóttur frá npm, keyrður, býr til my app, við förum inn í my app folderin sem við erum það búin til og við keyrum npm start og það keyrir upp f-þjón, það transpælar einhverjum grunnkóða og það er með svona startsíðu fyrir okkur og við getum byrjað að forrita eitthvað í Create React App. Þannig að við keyrum það bara hérna í bakgrunninum. Þannig ég fer hérna á desktop, npx create react app test og lefum þessu bara að malla. Svo þegar við keyrum þetta þá fáum við ES-lint með svona lágmarkslinding. Það er hlutir sem að hjálpa okkur. Þetta er fyrst og fremst hugsað fyrir þá sem eru að byrja að læra React, þannig að það eru hlutir sem að oft fólk lendir í vandræði með sem eru lindaðir. Það er hot reload, sem þýðir að ef við gerum einhverja breytingu í kóðunum okkar, þá mun development serverin fylgjast með og sjá, hei, þessi skráfa breytt og reloadar því sem þarf að reloada. Þannig að við sjáum breytingarnar og það er mjög næs. Og það hefur svona ekki neitt server-side rendering, þannig að þetta er allt client-side renderað, sem þýðir að alveg eins og við vorum að vinna með þetta í Web41, að við verðum með eiginlega tómt body ef við gerum view source á vefinn okkar, en allt það sem gerist er í raun því bootstrappað og keyrt upp á clientum. Þannig að við erum komin hérna með þetta og þá sjáum við að það búið að sækja eitthvað hérna og hérna svona voða mikið góð documentation og svona. Þannig út af því að ég er með Yarn installað sem er hérna annar pakkamanager en npm, þá stingur hann upp á einhverjum Yarn, af því að Yarn er líka búið til á Facebook, React er búið til á Facebook, Create React App er búið til á Facebook og Facebook vill að allir noti allt sem heitir Facebook, en við notum bara npm. Já, það er meira þess að setja upp þess að test, en ég ætla ekki að gera það, ég ætla að gera npm start. Þannig að þetta keyrir þá upp development serverinn, ekki á því sem ég ætla að opna hérna, þannig að gerum hérna. Og þá fæ ég sem sagt þetta, edit source app.js and save to reload. Þannig að við förum hérna í cd test, cd desktop
test og opnum Visual Studio Code. Þá fáum við hérna struktúrinn sem mjög einfaldur. Við förum í source, við förum í app.js og hérna stendur hérna edit, source app.js and save to reload. Þannig ef við gerum hérna upprópunarmerki, þá er komið upprópunarmerki hér. Ef ég fer síðan að fikta eitthvað meira, ég ætla að henda þessu logo hérna, þá fer það út og þetta er allt saman keyrt og rendra strax. En það sem er það hérna er, ef við skoðum þetta hérna, að hérna inn í þessu divi er í raun allt dótið okkar sett inn á clientinu. Þannig að serverinn er ekki að skila okkur neinu nema því sem þarf til að komast að stað. Sérst JavaScript forritinu, þessum bundle sem er búinn til. Og honum er meira að segja skipt niður í nokkra chunks sem við munum skoða hvað það þýðir seinna. Og svo er hérna hot update, það virkar eins og með processing, þannig sem við höfum notað. Og svo er þetta bara hérna eitthvað verið að setja upp einhver metadata fyrir vefinn. ESLint kemur svolítið uppsett og það keyrir og lætur okkur vita, en við gætum þurft að bæta við ESLint RCS-skrá til þess að þetta sjáist og tengist rétt við editorinn okkar. Og það sem við getum gert er í raun að búa til ESLint RCS sem inniheldur þetta. Þess að ég bara eitthvað nota React App configið, þá er það sótt sérstaklega af hérna Create React App og það er hérna einhvers staðar á bak við tjöldin. Eða við getum sett þessa línu í package.json og hvort það heldur sem mun birta þá rétt linting í editornum okkar. Síðan getum við sótt React DevTools sem er extension fyrir Chrome og Firefox. Þannig að ég er með hérna, ég get opnað og ég get farið hérna í React af því ég er með þetta uppsett og þá get ég farið að skoða í raun hvernig appið er sett upp af React og þá sjáum við hérna það er eitthvað props og einhver children sem er að koma hérna, þannig að þetta er eitthvað, þetta leyfir okkur að skoða hvað er að gerast á bak við tjöldin í React í forritinu meðan það keyrir. Og síðan getum við skoða hérna hvað er að gerast fyrir appið þegar það er búið að client rendra það, að þá er það í raun hérna en þetta eru tveir ólíkir hlutir. Þetta er HTML útgáfan af þessu og svo React tréð sem býr til þessa HTML útgáfu. En það sem teymið sem er að búa til React hefur eitt seinustu árum í að fókusa svolítið á er að gera þessa upplifun fyrir forritara góða. Þannig að þegar við erum með forrit í React eða þegar einhver er að byrja forrit í React þá eigi þetta að vera gott umhverfi til þess að vinna í. Þannig að það er mjög góð skjölun og öllu saman. Það eru góð villuskilaboð sem benda okkur á, það er ekki bara eitthvað error in line X, þú veist það er að segja error in line X, hey, varstu kannski að spá í þetta eða eitthvað svoleiðis, eða það er einhver útskýring á því hvað er að klikka. Og svo eru svona aðrir hlutir sem eru næs, eins og ef við skrifum inn eitthvað óvart, þá er hérna, hey, ég sá að það var einhver innsláttarvilla hjá þér, það gæti verið að vera að meina þetta. Ef við erum að vinna með DOM-tríð og við erum að setja vitlaus element, við erum að setja H1 inn í P, þá segir ég eitthvað, hey, þetta má tæknilega sé ekki, ég vil ekki laga þetta. Og þá svona reynir að gera þetta allt saman bara voða fínt fyrir mann. Og öll documentationið er mjög góð, þannig ef þeir eru að vinna þetta, og það sem ég er að byggja hérna á er í raun þessi documentation. Þannig þið getur farið og skoða, það eru dæmi, þið eru CodePen, þið getur keyrt upp, þið getur fiktað í þeim og þið getur lesið í raun alla þessa hluti þar líka. En þá við byrjum að skoða hvernig React virkar, þá er það fyrsta sem er í raun JSX. En JSX er viðbót við JavaScript sem leyfir okkur að lýsa viðmóti. Þannig að það er búið að extenda JavaScript með einhverju svona sem lítur út þessu HTML, er ekki nákvæmlega HTML, sem blandar þessu saman og leyfir okkur að blanda saman þessu templati og þessari virkni. Og þarna blandast saman HTML element, React komponentar og JavaScript. Þannig að þetta getur verið svona eitthvað, hvað er í gangi hérna, þetta lítur mjög skringilega út og þetta var svona það sem ég átti erfiðast við þegar ég var að byrja, var að losna úr þessu mindseti, þetta á alltaf að vera aðskilið, þannig er best að vinna þetta. En nú erum við búin að vinna við React í 3 ár næstu því, eiginlega exclusively og þetta er afskaplega skemmtilegt og gott.
En það sem JSX leyfir okkur að búa að búa til tré sem hegðar sér svipað og dommið, og það þýðir að við megum taka þessa JSX expressions og við megum hreiðra þau, nesta þau innan hvers annars, og ef við erum með element sem byrja á stórum staf í JSX þá það React element, en ef við byrja á litlum staf þá þau túlkuð sem DOM element. Þannig að þegar við búum til eitthvað, user eða header sem að við búum til, þá köllum við stóra staf, en ef við ætlum að nota header sem bara HTML elementi header, þá notum við litla h. Og síðan eru öll lauftrén eru DOM element, þannig að þau munu vera renduð út sem eitthvað sem á að birtast á skjánum. Og þegar við erum að vinna með JSX, þá þetta yfirleitt þannig að við erum með einhverja JSX-segð sem við erum með inn í Sviga, og hún passar okkur við svona semicolon, automatic semicolon insertion villum. Síðan getum við sett inn JavaScript-segðir með því að setja inn í curly brackets inn í þessum JSX-segðum. Þannig hérna dæmi þetta JSX-segð, þar að segja hún býr til p-element með textunum testing, og hérna síðan JavaScript-segð inn í þessu sem verður túlkuð, og verður þá túlkuð sem 1,2,3, og svo lokast HTML-elementið og lokast JSX-segðin, en þetta kemur bara út sem p sem inniheldur þennan texta. Og við getum túlkað þetta sem bara segð sem við getum skilað, þannig að við getum skilað þessu hér, og þá þessi segð bara skilað eitthvað, og þetta mun þá geti verið inn í einhverju öðru JSX, þetta geti verið bara skilað út til þess að vera rendrað á skjáinn til clientsins, allt eftir hvernig við setjum hlutinu upp. Og svo getum við alveg eins og með DOM element, þá getum við sett attribute á hlutina, og ólíkt því hvernig þau eru skrifið í HTML, það sem eru skrifið svona kebab case með bandstrengja milli, þá eru þau skrifið með camel case, og það getur oft verið til þess að við ætlum að skrifa iframe sem með einhverju allow full screen rétt attribute því, það allow full screen allt í lowercase í HTML, en þegar við skrifum iframe í gegnum JSX þá þurfum við að skrifa allow og svo stórt F fyrir full screen, af því það hvernig það skrifað í JSX, og það verður síðan túlkað yfir í iframe allow full screen allt í litlum stöðum. Og í attributunum getum við verið með JavaScript expressionir, og þá eru þær innan í curly brackets, og ef við erum með strengi þá við nota quote fyrir strengina, og ef við höfum attribute án gildis þá það túlkað sem true, og út af því að í JavaScript class frátekið, þá getum við ekki notað til dæmis p-class text, út af því að þetta verður alltaf túlkað sem JavaScript á endanum JSX, af því að þetta extension á JavaScript, þá verðum við að nota annað, og það í raun að nota class name til þess að sem substitute fyrir class. Og síðan til þess að venda fyrir XSS árásum, þá eru öll gildi í JSX escaped bara alltaf, og við þurfum að hoppa í gegnum svona skringilega flókna leið til þess að geta gert það ekki, önnur escape gildi, og við skoðum það seinna, ekki núna. Og við getum notað svona self-closing syntax, þar að segja við getum og við verðum að loka öllum elementum, eins og hérna, með því að setja // í lokið á elementi sem hefur ekkert closing element, og það út af því að JSX túlkað og það verður að vera rétt formað, þar að segja það verður að fylgja þessum XML, XHTML hlutum. Þú getur ekki verið með P og opna svo B og loka P-inu og loka svo B-inu. Þú verður að vera með þetta rétt opnað og rétt lokað, annars farið villu. Og það sem JSX í raun og veru bara syntactic sugar fyrir köll í fallið react.createElement, sem alveg eins og eiginlega á window.createElement, en það býr bara til element og getur tekið inn önnur element og búið þannig til tré. Og það það sem JSX gerir í raun og veru, bara að vera þessi syntactic sugar fyrir þetta, og síðan einhver
einhver þýðing sem á sér stað með Babel sem að breytir þessu yfir í JavaScript kóða sem síðan verður túlkaðar af klientum. Og út af því að þessi syntactic sugar, þá til þess að JSX virki, þá verður að vera búið að segja að við séum að nota React og það verður að vera gert með því að importa React frá React. Þannig að þessi hérna lína verður alltaf að vera á öllum þeim stöðum sem við notum einhverja JSX segð. Og ef hún ekki til staðar, þá fáum við villu frá React og segir, hey, þú vilt kannski hafa þetta, þegar annars veit ég ekki hvað þú ert að skrifa hérna í þessari JSX segðinni. Það þýðir að þetta hérna sem lítur út bara eins og HTML en í raun og veru JSX segð, út af því við erum að skrifa þetta í React, þannig að hann erum við að blanda saman bara búa til element og binda við eitthvað variable, mun síðan þýðast yfir í þetta þegar það er búið að áðurindi keyrt. Þannig að það mun vera create element og það er þetta h1 og class name hérna mun verða sett sem einhver object hérna og öll önnur attribute sem eru skilgreind og síðan koma butnin og þá kemur annað React create element og svo framvegis svo lengi sem að það er eitthvað meira til þess að setja þetta inn. Og hérna endur við bara á strengnum hello world sem þýðir að það er bara lauf og það er ekkert frekara element. Já, þannig að þetta er JSX. Svo fyrir við núna að skoða aðeins dæmi til þess að þetta verði aðeins meira raunverulegt fyrir ykkur. En React hefur eins og HTML declarative API. Þannig að þetta virkar svolítið eins og HTML. Þannig að við segjum, hérna eru elementin sem á að búa til og ég vil að þú birtir þau á skjánum. Þannig að við þurfum ekki að fara og segja create element, þetta hérna, append child, við þurfum ekki að fara í það að kalla í föll á umhverfinu til þess að búa til, bara segja nákvæmlega hvernig á að búa til UI-ið. Við segjum það í gegnum JSX, svona vill ég þetta sé og React sér það að búa það til fyrir okkur. Og það hefur stóra kosti sem við sjáum eftir. Þannig að við lýsum UI-in okkar í gegnum JSX og React síðan runtimeið passar upp og það passa allt við það sem er actually renderað út til clientsins. Og þetta er ekki eins og imperative API, þar sem við myndum segja búið til þetta element, settu þetta element inn í þetta element nákvæmlega, settu þetta nákvæmlega á það og nú áttu að uppfæra þetta, þú ert að fjarlægja þetta úr þessu elementi og svo framvegis. En JSX, þó lítið út eins og DOM-ið, þá er þetta ekki DOM-element, þetta er ekki DOM-tríið, þannig að það er hægt að búa þetta bara til í minni, þú getur bara haldið utan allan gagnastruktúr sem er búið að búa til í minni. Og kostnaðurinn við það að búa til DOM-tríið, hann kemur ekki til fyrir en það þarf raunverulega að birta þetta. Þannig að við getum búið til mjög flóki UI, við getum verið að keyra einhverja virkni og við getum bætt við elementum hér og gert eitthvað út frá einhverju lógík og verið komið með þetta JSX tré eða þetta tré sem er búið til af React og svo þegar við þurfum að birta það þá köllum við í fall sem segir taktu þetta tré og rendera það sem DOM tré og þá kemur til kostnaðurinn þar sem að React sér að búa allt til og púsla til saman fyrir okkur og React sér að kalla í create element, append child, remove child set attribute og allt þetta. Og til þess að gera þetta, þá þurfum við að segja React, hérna er rótin á þessu tríi sem ég er búinn að búa til, sem er appið mitt, sem er þetta hérna element. Þetta getur verið allt frá því að vera bara eitt paragraf inn í JSX-sæð, yfir að vera bara heilt application, bara eins og Facebook, bara allt UI í Facebook, og síðan er hérna, hér er element og þú ætti að taka það sem verður til úr því að breyta þessu tréðinu yfir í DOM-tré og þú ætti að spýta því inn í þetta hérna DOM-element á síðunni. Þá sér React bara það og býr þetta til fyrir okkur. Og þá er það hérna React DOM en ekki React og því að React er í raun flóknara, það er ekkert flóknara, það er bara svona, það er miklu almennari hugsun það hvernig við erum að búa til búa til UI. Þannig að React er ekki bara eitthvað sem við getum notað til að búa til vefi, við getum notað með gegnum React Native til að búa til app og þá er raun abstraktara fyrir okkur hvort við séum að gera það fyrir iOS eða fyrir Android. Það hafa verið búin til React renderar fyrir eitthvað, ég held að það sé Battlefield
allt UI-ið sem ekki leikurinn sjálfur, allt HUD-ið, allt menjusystemið skrifað í React og þá búin til renderer sem að renderar bara React yfir í C++ kóða og það til renderer sem renderar React yfir í command line tól, þannig að við getum búið til command line tól í React og við getum sett sem er svo, hey, hérna á að vera loading animation og þá getum við fengið svona spinner í þessu, eða hérna á að vera eitthvað sem er blátt og gera eitthvað og það er að gera React er sem bara framework eða library til þess að búa til viðmót. Allavega, þannig að við köllum í þetta hérna og það býr til DOM-tríð fyrir okkur og þá getum við séð og interakta við það. En síðan á einhverju tímapunkti þá viljum við náttúrulega eitthvað meira gerist. Við erum ekki bara að fara að búa til eitt skjá og hann verður þarna eilífu. Þannig að við þurfum að það þarf að gerist eitthvað. Ég interakta við vefinn, ég ít á takka, ég ít á linka, ég ger eitthvað og þá breytist UI-ið í samræmi við það og þá tekur React, og tekur aftur hérna, þú ítir að takka, þessi takki breytti einhverju stöðu í forritinu og athugar hérna, ok, út frá því að þessi staða breyttist, þá er nýja tréð svona, gamla tréð var svona, þannig ég er með tré A, ég er með tré B og hvað er, þá er þetta, þessi tré sem eru geymd í minni eru kölluð virtual DOM eða VDOM, þannig að þá eru þau tekin þetta gamla VDOM og nýja VDOMið og það er athugað hvað er það minnsta sem ég þarf að gera til þess að breyta actual DOM-trénu úr þessu yfir í hitt. Og þetta, að gera þetta er kallað reconciliation algoritmin í React og er kjarnin í React og er gífurlega flókið og highly optimized dót sem er bara getur verið áhugavert að skoða hvernig er gert. En þetta leyfir okkur að lýsa út viðmótun okkar í React í gegnum JSX og segja svo, þegar það er ríkt á þennan takka þá á state appinu mínu að breytast svona, þannig að stæðan fyrir að vera 1, þá verður þessi tala 2, þannig að það þarf að birta hérna nú er talan 2, en hún var 1 áðan og svo segjum við bara, svo tekur React við þessu og segir bara eitthvað, ok, það er allt eins nema núna þarf það sem stóð 1 á að vera 2 og þá breytir React því fyrir okkur og það séum að gera allar dómaðgerðirnar. Við þurfum aldrei í React, nema að segja sérstakt, að kalla í create element eða append child eða remove child eða allar þessar aðgerðir sem við erum að nota í webforritun neitt. Þannig að það er það sem að gera þessi kraftur úr því að vera með svona declarative API eða declarative mál til þess að lýsa úthlutun okkar. Og svo þessar uppfærslur munu eiga sér stað ef að það er einhvern tímann kallað aftur í þetta React DOM render eða á einhverjum tímapunkti er einhver komponent sem kallar á set state og set state setur state í einhver komponent og við það er í raun triggerast re-render á öllu React appinu og á því öllu, þannig að þó svo að ég sé hérna með einn takka sem er einhvers þar pínkulítið hlutur af UI-inu mínu, það mun í raun React athuga hvort allt appið hafi breyst út af því að þetta er svo ótrúlega optimized dót að það er ódýrara að gera það en að fara að reyna að finna nákvæmlega, ok, hvað er state á þessum hlut, þannig að já, ég þarf að fjarlægja nákvæmlega þennan. Það er ódýrara bara að athuga, ok, staðan var svona, staðan er núna þessi, hvað hefur breyst fyrir alla heildina og það er bara farið yfir allt og það er bara þessi litlu hlutur, þá teiknum við allt aftur en það er eina sem mun breytast er þessi litlu hlutur hérna. Þannig að þetta er, reiknirinn til þess að gera þetta eru dýr, þannig að það eru margar leiðir sem React hefur nýtt sér til að stytta sér leið og það er til dæmis það að ef við erum með einhvern part af trénu sem er sem að breytist, þá er í raun allt hluttríðið frá og með þeim komponent hent og það er renderað aftur. Þannig að þá þurfum við að passa upp á að við erum með eitthvað sem að breytist oft og það hefur eitthvað flókið fyrir neðan sig og þá þurfum við að optimisera svolítið hvernig við birtum þetta. En það er ekkert sem maður þarf að fara að hugsa nema þegar maður er komin í einhver risastór projekt eða flóknari projekt. Og ef við erum með lista af hlutum, til dæmis við ætlum að birta lista af einhverjum greinum eða lista af notendum eða eitthvað svoleiðis, þá þurfum við að gefa hverju itemi í listanum key sem er þá eitthvað stable ID, þar að segja að þetta er eitthvað einstakt ID fyrir þennan hlut í þessum lista þegar það er renderað. Þannig að React geti bara athugað er lykillinn búinn að breytast, ef lykillinn er búinn að breytast þá þarf ég að rendera aftur. Ef lykillinn er ekki búinn að breytast,
þá gerir React ráð fyrir því að þetta sé sami hluturinn, sem því við notum ekki svona stable ID, heldur erum við með hérna 2 notendur og við notum notendanafn, en notendanafn ekki unique hjá okkur, þá allt í einu breyttum við notendanafn, en hann uppfærist ekki út af því að það ennþá sama notendanafn, eða þá að við fáum ekki nýja notendan inn í listan eða eitthvað svoleiðis. Og þetta getur verið skrítið að debugga þetta, en þegar maður kemst á þetta og React mjög duglegt að láta mann vita, hey, þú veist að rendur út eitthvað fylki og það vantaði key, þú ættir að setja key annars lendir í vandræðum. Þannig að þetta það sem þetta reconciliation gerir, svona mjög einfaldari mynd, það að útbúa þetta minnsta sett af dómagerum til að breyta milli. Og þetta þurfum við aldrei að pæla í. Þannig aftur, þegar við fyrir að vinna með React, þá þurfum þið aldrei í þeim verkefnum sem við viljum leysa að kalla í window.createElement eða window.body.appendChild eða eitthvað svoleiðis. Þetta allt eitthvað sem React mun sjá fyrir okkur.